Mín upplifun af þér að þú þorir þegar að straumurinn liggur eitthvað og allir eru með heigaflana á lofti, brjálaðir, þá getur þú leyft þér að segja, herru, nei, býtu, þetta er nú ekki alveg svona og þessu hef ég tekið eftir í þínu fari. Passar þetta sem ég að lýsa hér? Helsek allt sem þú hefur nefnt. Já, þú ert svolítið svona contrarian eins og settur á ensku, eða svona, þú hugsar mjög sjálfstætt. Já, það líka sennilega bara ákveðin innræting úr foreldrahúsum. Já, það. Já, þetta gleyp ekki við öllu eins og nýju neti, afsala sér aldrei þeim forréttindum að hugsa sjálfur, því það er það mikilvægasta sem við eigum. Vegna þess að nóg nú reynt að hafa áhrif á okkur í bara allstaðar sem við komum. Já. En þetta að læra vega og meta og þetta hefur svona fylgt mér alla tíð. Ef að allir arga í eina átt þá þarf ég alltaf, og það er bara mín náttúra, þá þarf ég alltaf að hugsa býtu hvað hérna á ferðinni. Og það er ekki vegna þess að ég hafi sérstaklega gaman að ég að vera ósammála fólki, bara alls ekki. Mér leiðast rifrildi, en mér finnst erfitt ef að fólk haft fyrir rangri sök. Mér finnst ósanngjarnt þegar fólk setur sig á þann stað að jaðarsetja fólk á þess að skoða hlutina frá fleiri en einni hlið. Nákvæmlega. Það er mjög verðmætur eiginleiki og sjaldgæfur kannski því miður í okkar samfélagi. Við höfum tilhneigingu til þess að fylgja hjörðinni í öllum mögulegum málum. Það er að segja svona flest okkar höfum það. Þannig að þú stendur út úr þegar þú ert svona, já, eins og þú ert tilbúin til þess að skoða málin frá öllum hliðum. Já, sko, þetta er svona, á þessu eru nokkrar hliðar, sko, og einmitt, fólk hefur oft hrósað mér fyrir að segja hluti sem ekki aðrir þora að segja og ég myndi aldrei þora að láta svona út úr mér og eitthvað svona. Ég er ekki vitund hrædd við að tjá skoðanir mínar. Nei, ég tek eftir því. Og það bara hreyfir ekkert við mér. Þó fólk öskri ókvæðis orðum að mér. Það hreyfir ekkert við þér? Nei. Ef ég er höfð fyrir rangri sök, þá finnst mér það auðvitað ekki skemmtilegt frekar en öðrum. Nei, þú vill ekki setja undir því. Nei, en ég nenni heldur ekki langar málaleggingar, sérstaklega ef maður finnur það að það er engin vilji í samtal. Þá læti það bara eiga sig. Ég hef líka alveg lent í því að hafa rangt fyrir mér eins og allir og ég á mjög auðvelt með að gangast við því ef að mér er sýnt fram á það að ég hafi rangt fyrir mér. Já. Og þess vegna hef ég ekkert gaman að því að búa til illindana vegna og ég er alltaf til í rökræður og mér finnst gaman ef við værum leiðum okkur meira fram við það að hlusta heldur en að vera bara að tala til hvors annars. Og rökræða málefnilega. Já. Vegna þess að með öskrónum komumst við ekki neitt.